mín borg, ég lofa ljósins stræti, þín lágu hús og allt sem fyrir ber, og þótt svo tárið opnir langa væti, von mín eina bundin þér. Og hversu sem að aðrir í þig narta, þig borg sem forðum brýtur með. Svo blítt, sem bassins unga hjarta, brjóst mitt fullt af minningum þig. Þá erum við komið með 5-gangsmeistara hjá unglingum, en við erum að tala um það að knapinn aðeins yngri og hann að keppa upp fyrir sig. Arna Máni, til hamingju. Takk. Hvernig var þetta? Geðveikt. Algjörlega geðveikt. Já. Og hesturinn, hann hvað heitir hesturinn? Fíni Fróli. Hvað er hann gamall? Hann 19 metra. Þannig hann með reynslu. Já, nóg reynslu. Eru þið búin að fylgjast lengi að, þú og hann? Byrjum saman í vetur. Við tókum eftir því og vorum að velta þessu fyrir okkur hérna áðan. Þú ert Sigur Jónsson. Er ekki rétt hjá mér að pabbi þinn heitir Rúnar eða? Jú. Hann Sigurjón Rúnar þá vandalega. Já. Og vallastjóri. Já. Hvernig var völlurinn? Hann var góður. Mjög góður. Er það allt pabbanum að þakka? Já, segjum það. Hver er aðstofið við að þjálfa hestinn? Kári. Kári Steinsson? Já. Og gengur það vel? Já, mjög. Og hvernig er þjálfunin á svona hesti? Halda honum glöðum. Það er bara eina? Já. Bara þjálfun, bara þrek og gleði? Já. Halda honum mjúkum og glöðum. Hvað er næsta verkefni við ykkur félagunum? Bara, veit það ekki. Sigra næsta? Já. Frábært, til hamingju við þetta og eigðu óbóðslega góðan dag. Takk. Veit ég ekki hvernig ég var að byrja þetta, en ég er alltaf með þennan knapa í viðtali og það er bara skemmtilegt. Gústaf Ásgeir Hinriksson, til hamingju. Já, takk fyrir það, vinnur. 5 gangur í höfn. 5 gangur, þetta slapp fyrir hot hjá okkur. En þetta var hrikalega gaman. Hesturinn er æðislegur og þetta var svona svolítið spennandi hjá okkur í dag. Er það ekki bara meira gaman? Jú. Mjög mikið gaman. Sko, það eru svo margar spurningar sem að brenna á mér, þannig ég ætla að hafa þetta hraðaspurningar. Já. Geisli, hann er frá Svanavatni, eða ekki? Hann er frá Svanavatni. Já, og var það systurnar frá Sótavatni sem að bjugga hann til, eða? Frá Sótavatni? Já, góð. Hérna, þú ert að fara í tölti líka, eða ekki? Jú, ég er að fara í tölti. Ætlar að taka það líka? Nei, ég veit það ekki. Ég er annar inn í úrslitin þar og ég ætla bara að reyna að gera mitt allra besta og reyna að vinna sjálfsög, en maður veit nú aldrei hvernig það endar. Íslandsmeistaratitil 2 í dag. Já, 2 í dag. Sko, ég var bara að velta því fyrir mér, hefurðu einhverja hugmynd, ég veit þetta er erfið spurning, hvað eru margir síðan að þú byrjaðir? Þetta er titill nummer 30 hjá mér. Þú ert með það á hreinu? Já, hvað heldur maður að missi tölu á þessu? Ánægð með kallið, ég vil ánægð með. 30? 30. Og hvað ef við höfum þetta fyrir framtíðina, þú ert nú rétt að byrja ennþá blötu bak við eyrun og foreldrar þínir í náttúrulega harðri keppni við þig. Já. Og þú náttúrulega við þau núna, sem er bara skemmtilegt. Jú. Og mamma henn, hún situr í þullastúkunni þessum milli sem hún er í brautinni. Já. Sko, hvað heldur það, hvað langar þið til að ná mörgum titlum, Íslandsmeistaratitlum? Íslandsmeistaratitlum? Ég skal ég eitthvað segja, ég bara veit það ekki, ég maður bara halda áfram, það verður erfitt þegar maður er líka komin upp í fullorðinsflokkana og ég hef alltaf verið ofsalega heppinn með hesta og ég þarf bara, skal ég segja, halda áfram að leggja mig fram, maður nota ungmennaflokkana til þess að undirbúa sig fyrir hitt
og ég er happy, ég er ofta að rótera mikið til, ég held að ég er með einn hest, ég vann 5 Íslandsmeistaratitla í fyrra og eini hesturinn sem ég er með líka núna er skeiðhesturinn minn, annars eru hinn allir farin til útlanda. Já, þessi hestur er seldur það ekki, hann er á leiðin út. Þessi fer til Noregs held ég, örugglega í næstu viku eða það næstu viku. Þannig að þetta er rauninni skilnaður á milli ykkar, Íslandsmeistaratitill, það er nú ekki leiðilegt. Nei, þetta er æðislegur hestur, algjör yfirburða hestur. Og á tölt er bara allar gangtegundir frábærar í honum og við erum engan veginn, við tveir komnir á endastöð með hann skilum. Það búið að vera óslega skemmtileg þróun hjá okkur núna þessu ári og ég held að það myndi bara halda áfram ef við værum áfram saman. Það er svona. Svona er lífið, það þarf líka að lifa. Já, heldur betur og það er bara gott mál. Það var lagt upp með að selja hann hest einhvern tímann og eins og alla hesta en þetta er bara gaman. Til hamingju með titilinn, Íslandsmeistaratitilinn nr. 2 í dag og kannski kemur annar á eftir og þá kemur þið þriðaskipti. Já, það væri hrikalega gaman. Ég bara setja mig í gírinn. Góður. 2 tíma, setja sig í gírinn. Til hamingju með þetta. Takk fyrir henni.